eftirminnilegast á árinu á Suðurnesjum 2016? Eftirminnilegast, þá verð ég að segja fyrsta lagi verð það þetta fallega samstæða sem átti sér stað eftir slys á Reykjanesbraut þegar íbúar á Suðurnes tóku sér saman og börðust fyrir endurbætum og það verð ég að segja að það var mjög aðdáunarvert og gaman að sjá hvað við stöndum vel saman. Í öðru lagi vil ég segja ferðaþjónustan. Það var virkilega gaman að sjá hvað við á Suðurnesjum gerum þetta vel í ár og gerum vel í framtíðinni. Hérna flugvöllurinn að taka á móti metfjölda og hérna mikið áfangastöðum sem eru verðmætir og þannig var gaman að sjá hvernig innviðirnir eru að stækka og vera betri. Í þriðja lagi vil ég nefna skal ég segja þér endurbætur á gömlum húsum. Mér finnst það mjög áhugavert. Mér finnst það sem Fischerhúsið og Dúshúsin og svona, að sé að vera að gera upp þessu gömul hús og þessu gömul hverfi. Ég tel að þessi mikil áhersla, að þarf að leggja mikil áherslu á þessa menningarlega verðmæti sem við eigum hérna á Suðurnesjum. Ekki bara hérna í Reykjanesbæ, heldur líka sem á sér stað hérna á Tanganum. Og í síðasta lagi tók ég vel eftir því að grunnskólarnir okkar stóðu sér frábærlega bæði í námi og íþróttum og það ber að nefna PISA og skólaristið sjálfsög. Glæsilegt. Mest áberandi einstaklingurinn á Suðurnesjum 2016? Ég held að bara Arnór Ingvi Traustason og Ingvar Jónsson, þeir voru frábærir og eru frábærir og verða alltaf frábærir. Þeir stóðu sig alveg æðislega vel í sumar á EM og ég held að við munum sjá meira af þeim fljótlega. Og auðvitað okkar uppkomandi stjörnu, Elías Má Ómarsinni. Stærstu málin, hvað þú ferðið við það á árinu? Já, ég myndi segja að stærstu málin, svo fyrsta sem ég nefna þessi viðræði við kröfuhafa sem Reykjanesbær stóð í og það var gríðarlega stórt mál og bara frábært að þetta mál skuli vera komið til grafa og afgreitt. Við getum horft á bjartari tíma þó eitthvað sé eftir en það var alveg gríðarlega ánægt að sjá hvað þetta sé afgreitt. Og svo auðvitað þessa frábæru niðurstöðu í máli gatnakerfis, það er að segja gatnamótum hjá Þjóðbraut og Reykjanesbrautar og Aðalgötu og Reykjanesbrautar að 200 milljóna króna styrkur sé komin í það verkefni til að búa til hringtorg og bæta þessa samgöngumál sem við Suðurnesjum þekkjum vel og þarf að laga. Hvernig sérðu Suðurnesin á nýju ári? Hér er vöxtur og hér verður vöxtur, alveg klárlega. Hérna erum við að tala mikla atvinnuaukningu. Svo erum við að tala að vera aukin eftirspurn eftir húsnæðum, af því að hér vil allir vinna og allir vera. Þannig að verðmæti mun hækka á húsnæðum. Og svo vonandi fáum við þá þessar flottu og hollu veitingastaði, Serrano, Safran og okkar svona Glow og fleiri góða hollustustaði hérna á Suðurnesjum. Sérðu áframhaldandi svaka svingi í ferðaþjónustunni? Já, það verður, við eigum mikið inni til í þar. Ég held að ferðaþjónustan sé hvergi nálægt endalokum sko. Það er nóg eftir og nú snýst þetta stýringu og til dæmi við erum með Isavia, við erum með Bláa lónið, við erum með gríðarlega þessi stóra atvinnuveitun og stóra staði og sterk vörumerki og ég held að þetta sé bara eftir að byrja og dreifingin áttur að meira og við sér það við höfum nóg eftir á Suðurnesjum. Það er hérna verið að gera flott þjónustuhús við Reykjanesvita og þannig það á eftir að vera mun meira að gera hérna heldur við sjáum núna í dag. Strengdirðu áramótahitt? Nei, ekki beint. Það er bara njóta lífsins eins og alltaf.